Við semst byrjum með frískápinn 2022 og þetta annar frískápurinn á landinu. Síðan þá náttúrulega hafa þeir poppað upp hér og þess landið. En þetta semst byrjar með því að okkur sagt af þessum frískáp sem komin í Reykjavík og okkur finnst þetta náttúrulega bara snilldar hugmynd. Þetta passar algjörlega inn í hugmyndir okkar hringrásarhagkerfi og deilihagkerfi sem við erum svona að vinna mikið með hérna á bókasafninu. Og þetta rauninni byrja með því að við bara auglýsum eftir gefins ískáp og svo bara klastra ég saman hérna einhverju skýli með pappa mínum og einhverjum tveimur sjálfboðaliðum og ekkert af okkur smiður, þannig að þetta var nú svona eins og þetta var og svo hefur þetta bara undið upp á sig og vaxið. Þannig að í dag þá erum við með skýli sem byggt af fagmönnum. Við erum komið með 2 svona iðnaðar ískápa sem við fengum gefins frá Oddfellow. Þannig að það sem að byrjaði sem svona pínu, einhver svona heimatilbúið dæmi orðið svolítið bara svona veglegt. Matarsóun náttúrulega alveg gríðarlega stórt vandamál. Bara á Íslandi þá áætlað að séu svona 160 kíló á mann á ári sem að fara í ruslið. En þar af samt rúmlega helmingurinn sem að fellur til við framleiðslu og í verslunum. Verslanir eru náttúrulega oft á tíðum bundnar af því að þær með ekki selja það sem komið fram yfir síðasta söludag. En síðasti söludagur það náttúrulega ekki það sama á síðasti neysludagur og þó að bakarí séu kannski ekki að selja dagsgamalt brauð að þá náttúrulega í góðu lagi að borða það í einhverju dag á eftir. Og þetta rauninni þannig að það mega öll nota. Þannig að við erum ekki að skoða innkomu fólks eða eitthvað svoleiðis. Þetta til sporna gegn matarsóun. Öll með að setja mat í skápinn, öll með að taka mat úr skápnum. Þannig að þetta rauninni bara óbáslega svona fallegt samfélagsverkefni þar sem að fólk að deila því sem að það sér ekki fram á að nota sjálft. Við erum náttúrulega með einhverja reglur hvað má setja í skápinn og hvað ekki, en í rauninni aðalreglan bara svo ekki setja neitt í skápinn sem þú myndir ekki vilja borða sjálf. Það bara alls konar fólk sem að setur mat í skápinn. Það eru fyrirtæki, það eru kaffihús, bakarí. Við höfum verið með hóp á sjálfboðaliðum sem hefur sótt mat í verslanir sem komin fram yfir síðasta söludag. Svo bara fullt af einstaklingum líka. Við erum að fá til dæmis afganga úr veislum. Hérna að gera að koma bara með afganginn úr fermingavislunni og úr afmælum. Nemendafélögin í Emma og Vaffema hafa verið að koma afganga úr pizzapartíum og svo náttúrulega bara uppskera á garðinum. Ef að fólk með rabarbara sem það ætlar ekki að nýta og rifsber, þá bara að gera að koma og skella því í skápinn. Það rauninni bara allt sem að ennþá ætt á erindi í frískápinn. Það náttúrulega ótrúlega dýrt að henda mat og þannig að það ætti nú alveg að vera töluverður hvati fyrir fólk að reyna að sporna gegn matarsóun. En ef maður hugsa þannig að ef þú hvort þið búin að eyða pening að kaupa mat sem þú munt síðan ekki borða, þá ekki bara alveg gott að leyfa öðrum að njóta og koma honum í frískáp áður en að hann skemmist. En ég hvetu ykkur auðvitað bara öll til þess að nýta frískápana, hvort sem þið eru að koma með mat eða taka matvæli og borða sjálf. Og þannig að það bara að gera breiða út boðskapinn svo að sem flestir geti nýtt sér þetta.